Hejá, fólk, slappið af og staldrið hans við og hætti þessu helvitis væli út af þessari rigningu og allt þetta. Sumar er búið að vera frábært, allan hjá mér. Ég er búin að njóta þess og búin að vera á námskeiði og læra leiklist og hjá mjög þekktum og góðum leikurum og ógeðslega stoltur af því og minn tími kominn því þetta síðasti tíminn í dag. Búin að taka upp eina stuttmynd sem ég og nemendur mínir gerðum og ásamt náttúrulega kennurum, þannig að stuttmyndin kemur á Bíó Paradís núna bráðum og halló, hvað er að ykkur? Sumarið er æðislegt, það er alltaf sól hjá mér. Ég er með sólina, þú veist, það er bara út af því að hjarta mitt, það er sól í hjartanu hjá mér og bara það er ekki hægt að kvarta og bara, þú veist, vá, sjáu hérna, að búa fuglarnir svoleiðis éta fóðri hjá mér, alveg upp sko og bara, vá, ég veit að ég þarf virkilega að fara að reyta. En ég hef bara því mér ekki haft tíma til þess út af því að ég er í skóla og að læra leiklist og þannig að ég þarf að gera það sem ég þarf og býr með þetta þáttur að hef tíma. En annars vil ég segja ykkur að kommentakerfi á Íslandi er ekki mannsamandi að þó að einhverjum gangi vel í lífinu eins og Frikki Dór, að þá á bara alls ekkert að vera ráðast á hann á kommentakerfinu þó að hann vilji flytja af þessu helvitis skeri. Ég meina, látið draumana rætast. Það þýðir ekkert að vera bitur og vera eitthvað svona væla yfir veðrinu og eitthvað. Farið bara út bara og hætti þessu væli sko og hætti að væla peninga og þetta líka og svo þarf ekki að í guðanum bænum verið með real profile sko, ekki eitthvað svona fake profile svona og skrifa eitthvað svona eins og bara verið fullorðið fólk, þið eru fullorðið fólk. Ég veit fólk sem er bara 60, 70, 80 sem er að skrifa og er alveg þvílíkt bitur. Ok, við skulum stoppa og hætta að gefa þessu fólki lyf. Það er númer 1, 2 og 3 út af því að ég held að það verði bara geðveikara að vera að fá ykkur geðlyf sko. Ég held að það eigi bara frekar að senda það bara til Mallorca eða Ibiza og leyfa þessu bara að hrasa út bara og finna bara lífið. Þú veist, lífið er hérna í hjartanu og ef þú ert bitur út í lífið þá gerist ekkert. Þá ertu bara stopp í lífinu og þroskast ekkert og bara ert bara sko þú veist, ég finn svo mikið til fyrir ykkur, bara, þú veist, ég skil ykkur á marga vegu, þú veist, ég skil alveg að ykkur langar í sól og ég skil alveg að, þú veist, ég bara, þú veist, reynið að losa ykkur við þessa helvitis reiði. Þessi reiði, hún gagnast ykkur ekki neitt sko, nema bara í verri hliðina sko. Þú veist, þið eru bara að drepa ykkur sjálf sko, með því að vera að skrifa ykkur ógeðsleg komment á ykkur þekkta Íslandinga og sem vilja láta drauminn rætast og minnst þetta bara ljótt. Þetta er bara virkilega ljótt. Ég gerði þetta kannski þegar ég var kannski smákrakki sko. En halló, þú veist, passið ykkur aðeins á kommentakerfinu því þetta er alltaf, þetta fer aldrei út af því að allt sem fer á netið verður alltaf. Þannig að please, bara gera fyrir ykkur og bara alla
very nice, virkilega nice. Út af því að ef þið verð ekki nice, þá gerist ekkert. Ef þið verði nice, þá gerist eitthvað. Þá koma galdrarnir. Og þegar galdrarnir koma, hvað gerist þá? Hamingjan. Hjarta fyrir að lifna við, fyrir að pumpa og ég fann að finna þetta, pumpa og bara blóðflæði, sko, þú veist, vá og bara hjartað út, sko, vá, ég bara finn bara hjartað vill bara fara að fljúga, sko, það eru komin svona vængir á hjartað, sko, vá, og það var bara, þú veist, fara að skjóta, sko, geislum, sko, þú veist, sólargeislum um allt, sko, þú veist. Vá, halló, góðan dag, en já, hafið þetta hug og hlustið á þetta og ég hef rétt fyrir mér út af því ég heiti Ari Jósefsson og er mjög góður leiðarvísir fyrir ykkur Íslendinga. Fara að væla út af þessari rigningu. Ég hef ekki neitt annan tíma til að gera. Nei, brosið. Og verið hamingjusöm. Ég elska ykkur alveg öll og hatara og alla. Ég elska alla. Ég elska lífið líka.